Já, Já, segið já við segið já við Já Já, Breaking Bad fucking Já. ekki gott Dotti hata Breaking Bad ég aldrei sé það. Hann hatar það mikið, hann hefur ekki séð. Ég hata það svo mikið að ég horfa ekki einu sinni á það. Það veist, jú, ok Það var allt batterislaus. En þú varst að horfa á Sopranos og Breaking Bad í YouTube-klippum Já, bara, og ekki svona í gamla daga YouTube þegar þú veist það var svona 34 partar já af einum Nei, þætti bara í, af þú veist, Avatar shorts. eða eitthvað. Menn ég hætti á Instagram og fann eitthvað sem var verra. Já það sko, það fer því hvernig þú segir það við að segja ég hætti á Instagram hvað það þýðir. Þú veist, fyrir svona venjulega fólki er það bara svona já, nice, gott hjá þér. En fyrir svona ógeðslega fucked up internet fólki svona já, gott þú fórst í eitthvað sterkara, Komur út í eitthvað alvöru. þú fórst út í eitthvað aðeins meira biti sko. Ég er bara svona Ég er að doomskróla The Silk Road. Já Ég held að svona í alvörinni svona djúpasta botnin á iceberginu sé bara svona forums. Það er bara já. forum eitthvað. Já. Ég held að botnin af íseikanum sé að bara svona tala við einhvern út á götu. Já, reyndar ég var Út fully offline, untraceable. Já, fuck, hvað með að hittast bara einhvers staðar Guður hitt. út í bara þú veist út í skógi. Guður, Nokkri strákar saman út í skógi. Við erum með eitthvað svona, finnum eitthvað að þú veist styttu sem við getum þekkt allir svona uglustyttu kannski eða eitthvað. Það getur cool. Og þá Getum allir verið í búningum. já, og svo getur við hommast kannski aðeins yfir helgi. Já, þú veist. Hversu pirrandi væri það þegar þú ert búin að vera Þú ert búin að vera grænda með öllum, þú veist, svona Wall Street svona skáphómavinniðin. Já, einmitt. Svo mætir þú Alex Jones á leiðinu út. Og bara svo býtu, Come on. ert það fokk í alvörunni? í alvöru talað? Við fáum eina helgi á ári. Já, líka búin að vera, þú ert búin að vera í einhver svona brjáluðu high octane, þú ert fucking Wall Street bara ég fucking peningar og svona fara aftur í Írak. en svo bara svona, ertu bara svona fuck, ég get ekki verið svona fuck, það má ekki vita að ég er gay. Já. Og þá kemst inn í svona þú veist turbo elite, Já. ferðu í skó til aðeins hommast. Einu staðin Rétt svo. Einu staðin sem þú veist alveg bara svona fuck, ok, það vita allir hérna hvað erum að gera. Já. Þannig enginn er að fara að snitja. Já. Svo rekst á fucking Alex Jones. Þú sér það Ég bara væri svona með myndavél. fucking pirraður. Ég væri ekki annaður. Ég væri rosalega fúll. Svona, að því að þú veist, ímyndaðu líka hvað þetta varð allt asnalegt eftir að þú mætir Alex Jones. Já. Ímyndaðu djamviskubitið sem einhver svona, Já, fuck, þetta er svona við vorum að dansa kring einhverja uglu og ég var í búninginu og hálfviti. Nei. Þetta hljómaði allt svo cool fyrir viku og nú hljómaði þetta allt ógeðslega lame og asnalegt. Ég held að það sé mest real shit í heimi er bara svona the jamviskubit hjá svona liði. Djamviskubit hjá Stephen Hawking eftir hann kom tilbaka af eyjunni og svona, gaur, hvað ert að gera? Ó nei Húta mann. Nei, það var þegar hann var á eyjunni. Það var hann bara húta mann. Það snúsir í ringi hérna, fastur á inngefinu bara húta mann. Ég má tala svona hann var fucking free. Já, reyndar, hann var vondu kall. Er það sem ekki geggjað? Hann var, já, Af því að hann var á eyjunni, þá má ég bara segja ógeðslega fucking hluti með Stephen Hawking. Hann er alveg bara svona Hann fucking ógeðslega ljótur. Já. Þú veit að hann ógeðslega ljótur. Þú veist, hann er líka reynt, þú veist, alveg bara svona einn af topp 100 en líka slæmir gaurar. Fyndið að hann var þú veist, talin svo mikið fucked up áður en hann fór þangað. Þú veist, hann var eitthvað svona, þú veist, reyndar, þú veist ok, fólk var eitthvað oh my god, hann hélt fara mjög konu sinni. Það er leðilegt. Já, ekki gera það. Mjög ljótt á honum. En þú veist, En að borða bann það er svolítið stök. það er verra.
það er alveg svona, og það voru örugglega einhver Kjartan frændið Já. að halda framhjá, þú veist, konu sinni svona, ok. Kjartan, hvað er þetta að gera? En þegar þú hittir hann á ættamótinu þegar hann er búin að borða bann, það er alveg svona átt að vera hérna. Þú mátt alveg mæta á ættamótinu þótt þú haldir fyrir konuðinni, skilur. Já, En þú veist, þetta er alveg svona, ég held að Kjartan þurfi bara að vera einhvers staðar stöðar. Kjartan Kjartan Sigurjónsson, frændi minn sem ég er klárlega að tala um í alvöru. Sem borðaði bann. Hann fór í Viðey og borðaði bann. Já, Ég vilja það það er það er líka, það sem ég veist best er að þú veist, að því að við getum vitað að það er til svona ógeðslega ömulegt og léleg svona íslensk útgáfa af þessu. Já, Það sem einhver svona gaurar mæta á reynsóver með endurskoðuna með það og fara út í Viðey og svona og perrast. já, svona Svona- og þú veist, það er svo formlegt Já, að það verður skrítið. já. Þetta er svona eins og einhver já, vinkonum ég var að tala um og hún fór á svona kabarettsýningu, Já. svona kabarett sem er Já. svona, ok, og hún sagði, já, það var smá illa skipulagt og ég er svona, það er brútal, Þá er þetta ónýtt. það er það er- brútal Þú mátt ekki hafa eitthvað svona af því þetta er svo mikið svona, sexy, hei. eitthvað svona Moulin Rouge, Já, já. eitthvað, og það er svona einhverju sitt, Nei. það er Nei. svo, það er svo instantly vond. Eða þú veist, það eiginlegur þetta bara svona samstundis. Það er svona, á en þú veist, það er smá í næsta átröðu. já, en það, já, nákvæmlega það er smá svona, þeir fóru upp í bústað Já. til að hommast og svona, viti ekki hvernig þeir eru að svona Hvað er hérna? bera sig, eitthvað Erum eru að, við að gera þetta? ok það dífa til hannum í sundlaugina svona, já, Ok. já, Já. en já, ég held að sko, en það var, ég hef aldrei fengið eins mikið svona second hand embarrassment eða svona fjórðu handa embarrassment á því að heyra af kabarettsýningu sem er smá illa skipulag. Það er insane. Eina pointið með Það er svona eins og kabarett Mighty- er svona það er svo- hei, þetta er allt snappy og það er alltaf að gerast. Það er svo Mighty Drum Circle og hann er offbeat. Ó nei, Svona, hvað erum við að gera? þið eruð eitthvað svona að tala við anda en hann er að gefa ykkur villis cue. Já. Hvað? Maður getur þetta að fara. Pældi að mæta í drömsörskul og það er ömulegt og þú fattar svona að ég tók of mikið af peyote Já. og ég verð fucked upp í 8 klukkutíma Já. og það mun allt sökka Og það er svona og þau eru öll pirrandi. gett langt í matinn. Nei. Og það glemdi einhver að fara í búð. Þú mátt ekki fá þig mat strax. Ó, Og svona, en ég er songur og ég er ógeðslega fucking friðin Ég keyrði í alveg svona 4 tíma til að koma hingað. út í eyðimörkin. Já. Ég held að, þú veist, Ég var ekki rétt klæddur fyrir ég held að það væru einhvers konar snacks í búði. Það er svo leiðilegt. Geturðu ímyndaðar að þú veist einmitt að mæta í reynstöðar homapartíð og það er ekki snacks. Nei. Þú ert bara að vera gett svangur og hommast. Já, pirraður. Veistu hvað er eina verra en að hommast? Hommast þú ert smá svangur. Þú er svona pínu hangry. Ok. Ok, ef við gerum það eða? Ok, og hvað núna? Hvað svo? Hvað núna? Nei, þú veist, ég... Ok. Já, Stephen Hawking, fucking ógeðslegur. Já. Það er ljótur. Já, þú veist. Ljótur kall Það innan. að innan. Já, hann er mjög ljótur í framann líka. Já, Og svona ljótur. Hvað meinar það? Stephen Hawking er ekki fallegur maður. nei. Hann var það í hann að myndinni. Já, þið fengu... Hvað leik hann eftir? Hann Eddie Redman. Eddie Redman. Ég held að hann Er heitir það- það í alvörunni. Eddie Redmayne. Eddie Redmayne, já. Það hljóma sem bara eins og einhver svona gauð sem var partur af entourageinu í rapgrúpunniðinni. Já, Eddie Redmayne gæti alveg verið í Wu-Tang. Svona Þú affiliate. veist, Redman var náttúrulega. Já. Þú veist, en Eddie Redman er svona gauð sem Redman tók nafnið af og bara svona, hvað ætlar að gera í því? Hvað er það að gera í? Fokkin mikið inn. Ég er Redman. Ég er Redman núna. Ekki þú. Þú ert bara Eddie. Já, Eddie Redman það er áhugaverður leikari. Ég held að það sé of góður leikari.
Þú horfir á myndunum og svona Akkur er þessi gaur þarna? Eða skilur, hann er það góður að leika karakterinn og það er þetta sjúklega að fyndið, maður lendir sér mjög sem er leikara bara svona, en akkur er þessi gaur þarna? Eða skilur, þetta er bara svo að sé ekki af því allir hinn eru að leika í bíómynd, en svo er bara svona, er Stephen Hawking hana og svona fenguð þér hann til að gera þetta það er svo geggjað með þeir gerðu, þú veist, það var með svona þátt og þeir gerðu tímaferðalanga partíið. Þeir ekki séð þetta? Hann? Já. Eddie Redmayne? Nei, Stephen Hawking. Já, ok. Af því að þú veist, þeir eru eitthvað svona alltaf að tekka hvort að tíma, þú veist, time travel sé alvöru. Já, þannig að þeir halda svona partí og svona hérna, þú veist, núna getur einhver komið úr framtíðinni og ferðast hingað og mætt í tímaferðalanga partíið. Já, nákvæmlega. En þetta varð unconclusive að þeir kannski mætti enginn að því að hann var bandanýðingur. Oh fucking shit. Það er alveg svona að því í framtíðinni veit fólk það vissið ekki þegar það var með þáttinn sinn. Það er crazy. Ég held sko það er rétt. Ég held að sko Eddie Redmayne hann er búin að ná sko, hann er búin að leika mann í hjólastól, búin að leika transmannsku, svartar mann. Já, veist, ég er að segja, er það seinasta? Er þetta svona fucking hanskinn með gimstyrunum, þannig að fucking Thanos hanskinn, whatever. Já. Ég kann ekki Ég hef ekki séð neitt af því. Ég sá fyrstu. Ég veit að það er eitthvað svona þeng. Já, þeir safna hringunum. Fjólubláugæinn sem að stóri fjólubláugæinn, hann er með hringana. Hvað við ríköpum allar Avengers myndinar án þess að hafa séð þær? Ok, Avengers ég sá þetta fyrstu Avengers myndina. Ok, eru þeir þá að hittast? Þeir eru að hittast. En er það fyrirfram ákveðið eða eru þeir bara svona, við ættum að vera að teimi? Mér minnir sko að þetta sé eitthvað svona. Þetta er bæðið versta bit allra tíma. Þetta er skelfilegt. En þú veist, mér finnst það geðvikt. Já, þetta er mér finnst það geðvikt hvað þetta fucking sökkar. Ok, þeir hittast. Og þú veist, þeir eru eitthvað svona. Býtuðu þú hérna? Er þú líka ofurhetja? Og einhver svona gauðra sem höfðu lent í slagin einhvern tímann alveg, ég man ekki eftir því en það hlýtur að vera eitthvað svona hann er hérna, en af hverju er hann hérna? Ég ætla ekki að vinna með honum. Ég ætla ekki að vinna með þessum. Hann er óvinnur minn. En svo eitthvað svona, við erum kannski meira líkir heldur við erum ólíkir. Mér finnst þess að það hefði gerst. Það getur gerst. Það 100% gerðist. Það 100% gerðist. Samt besta ofurhetja allra tíma er Captain America. Já. Vegna þess að þeir eru eitthvað svona í seinni heimstyrjaldur bara, shit, við þurfum að sigra þessa nasista. Við þurfum að gera eitthvað svona genetic. Þannig búa til the Ubermensch. Svona genetically superior human. Já. Sem fer. Já, byrju. Nei. Byrju. Við þurfum að gera eitthvað svona eugenics program. Já. Það sem við búum til hinn fullkomna hvítamann. Já, við þurfum að eyða öllum slæmu genónum úr honum. Já, og hann er líka bláiður og með ljóst hár. Já. Býtu nú við. Ég elska líka að þeir eitthvað svona, þeir vildu svo mikið hafa bara Hitler sem antagonistan hans. Já. En svo svona fengur ekki að gera svona, hann er rauði Hitler. Nei. Hann er svona legally distinct Hitler. Legally distinct. Hotler. Já. Það er líka svona Heil Hydra. Meina svo fucking Adolf Hitler. Já, þetta er Adolf Hitler þarna. En þú veist, þeir eru með svona, já, líka kalla þetta Hydra. Já. Til að geta sagt Heil Hydra. Heil Hydra. En þú veist, það meika líka ekkert sens. Já, þeir eru líka eitthvað svona. En þeir gerðu það. Hvað vilja Hydra? Hvað eru þeir, þú veist? Eru þeir bara, af því þeir eru náttúrulega nasistar. Já. Eru þeir bara svona, þú veist, en þeir eru samt alltaf eitthvað svona, við ætlum að ræna bankann. Já. Þeir eru svona, við ætlum að sulla gumsi í vatni. Það er aldrei eitthvað svona, við höfum opnað útrýmingabúðir. Við ætlum að ræna aftur. En svo definitely, ég veit, þú veist, again, man ekkert eftir neina þessu, en 100% voru þeir fengnir til Bandaríkjana. Jú. Eins og nasistanir.
og svona hjálpuðu pappa fucking Hydra- Ant-Man Já. að búa til The Já, Shrink já. Ray eða eitthvað. Það er enda geti verið Það er bara 100% er þannig. Það er þannig. Það er alveg bara svona, þeir eru með paperclip gauðra sem byggu til Iron Man. Paul Rudd er eitthvað svona býtu, en ég hef séð mynd af þessum manni áður. Þannig að Rudolf Hess, nei það er alveg maður. Okay. Já, hann var Ég var að ímynda mér Ætli ég var að ímynda mér mest svona nasista nafn í heimi. Hversu margir alvöru nasistar ætlu séu samt official karakterar í the MCU? Það er þetta alveg góð Það spurning. get, því, þú Það er veist, góð spurning. Rudolf Hess gæti alveg verið. En þú veist, getur þú ímyndað þessi top tier evil mannanöfn? Já. Þessi hljóma Rudolf svona Hess. phonetically Já. bara phonetically Hermann Göring hljómar ógeðslega. Já. Það hljómar eins og einhver fucking magaflóru sjúkdómur. Það er líka, þú veist, að sjá, þú veist, myndir af paperclip-gaurunum. Já, Þess að það var alveg svona, að því þú veist, þeir viðurkendu paperclip alveg svona frekar Já. snemma. En Já. það var alltaf eitthvað svona, hei, þeir voru neittir til að vinna fyrir nasistana. já. Þeir voru bara in a sticky situation. Og svo sérðu svona myndir af þeim og þeir eru bara svona í þráðbeinni línu. Já. Eyrun beint fyrir ofan axlinar, beint fyrir ofan mjaðminar, beint fyrir ofan hælana, með örin í andlitinu, svona Já. dueling scars, Já, og heita allir eitthvað, þú veist, Rudolf, Adolf Auschwitz Adolf Auschwitz. og þú veist eitthvað Hvað heitir aftur Rudolf Treblinka og aðalgaurinn í NASA? Ég er svo Anna blank á því Otto von Bismarck. Nei, hann heitir eitthvað alveg það fórn. Hann heitir Supreme Chancellor. Já, hann heitir eitthvað svona Evil Man Muck. Hann heitir í alvörinu eitthvað svona, fuck, ég þarf að googla þessu. Já, googlaði það. Ég man nefnilega, en líka finniparturinn er að þú veist, hvar er prósentan? Hvar er prósentan af vísindamönnum þar sem að bara Þýskaland komst á tunglið? Ef skilur Við getum alveg, við getum alveg bara sagt það, en þú veist, vegna svo náttúrulega að því að rússanir voru náttúrulega líka að gera það. Já. Þeir voru líka með Þjóðverja. það er svo fint. Þú veist, Space Race-ið Þetta er mjög slæmt fólk, en við alveg svona þurfum ógeðslega mikið á þeim að halda. þurfum rosalega mikið, þú veist, Werner von Braun. Já, veist, Það er, come on. það er top tier evil kalla. En það er samt fyndnasta hlut að bara svona Space Race-ið hafi bara verið Þjóðverjar. Þjóðverjar versus Þjóðverjar. Já. Það er alveg bara svona að því að þú veist, þeir eru á tunglinu. þeir eru á tunglinu. Já, byrju, já. Það er það sem þeir vildu allan tíma. Já. Þetta er Fuck. sko, Ég hafði aldrei spáðið því. ég held að þetta sé alveg svona, þú veist, kannski, þú veist, þú veist, pointið með Space Race-inu er svona Já. take me to your leader. Þú veist, þetta eru þjóðverðinir sem voru skildir eftir á jörðinni, eftir allir hinir nasistarnir fór til tungsins. Þeir eru eitthvað svona, farðu með okkur til tungsins. Og þeir svona, við höfum ekki tæknina, við erum lélegu þjóðverjanir. Ok. Kannski eru þeir að búa til The Space Race. Þú veist, nýtt svona nýjan kynstofn á Það getur tunglinu. verið. Ég, Fuck. þú veist, gauð. Ímyndaði það gaur. Beyond the ice wall. Ímyndaði það gaur. Já. Það er ekki ekki að, líka svona, meðan, þú veist, fólk eru svona alvarlega að spá í það fyrir the game, Já. þá eru við hérna á svona finn út malbyggi. Ég veist, finn út úr að gera torfhús aðeins betra. Já. Það er hérna, þeir náttúrulega söktu, var ekki Bismarck? Jú. Söktu Bismarck, var eitthvað, það flaut, þú veist, fyrir hérna Suðurnesin. Já. Og það var bara svona fólk sem, það var fólk í Torfkóa sem að sá sjóorustuna, það sem Bismarck var sökt. Já. Og það er bara eitthvað, drekar í sjónum. Það veist, geðið. Það er snilt. Það er classic svona miðaldar shit. Já. Það er hættulegt þarna. Það var einhver, Það er dregið þarna. það er dregir, fulla dregir, Það drekar er eru alvöru. sjódregi. Gunni sá drega, drekar eru alvöru. Sá hann þarna. Það var einhver í Torfkóanu sínum sem sá drega og bara svona, þeir eru, þú veist, fólk er svona nálægt í að komast út í game og við erum að sjá drega úr Torfkóa.
Mér finnst það awesome. Mér finnst það svona Mér finnst það cool sko. Mér finnst það er svona supremely mannlegt. Já, það er enda bínu geggjað. Þetta er svona eins og þegar það fara svona missionaries til, þú veist, Suður-Ameríku og eitthvað svona, ég ætla að fara að finna nættbólk sem er by the way, fuck you. Já, By the way, fuck you fucking Christian missionary sem ætlar að fara á hvað? Hvað? Segja þeim að Jesús sé til. Já. Þú veist, ok, Af því að líka, þú veist Jesú er cool, en þú veist, en þú veist af því líka það hann líka bara, einhver gaur fara og reyna að læra tungumálið þeirra til að útskýra fyrir þeim að Jesús sé til. Ok. En þeir lenda alltaf í að þeir bara svona verða trúlýsingar og bara svona búið í sko eða smetrir. Alltaf. Þeir verða reverse, þú veist. Þeir verða wololóaðir. Þeir trúbólast. Og svona, fuck, nei. Og sér svona fötin þeirra breytast í bláan úr rauðum. Nei. Hansans. Að því líka, þú veist, það er established kanon, þú veist, af kirkjunni, raunverulegu kirkjunni, kaþólsku kirkjunni, einu kirkjunni. Ekki samherji colluding kirkjan okkar. Við ætlum bara að, þú veist, ekki það að skipta einhverju máli, bara, þú veist, formsæðtriði. Það er bara ein kirkja, hún er í Róm, en hérna Skítkastið samþykkir engin afsprengja. Sko við getum ekki haft samband við einhverja schismatic heretics. Nei, nákvæmlega. En þeir svo satt gafu út að því að þú veist, þegar þeir eru að bera út trúna út allan heim, þá voru þeir bara svona spá, þú veist, en ef einhver býr í Amazonskóginum og veit ekki, hann hefur aldrei heyrt Guðspjalli. Já, hvernig gerðu þeir ráð fyrir því samt? Þeir eru bara að finna út af þessu. Og bara svona, ef hann hefur aldrei heyrt þú veist, Guðspjallið, þú veist, er hann í vandræðum fyrir hluti sem hann gerði áður en hann vissi að Guðspjallið bannaði þá. Okay. Og þeir komist að því, bara svona, nei, það er eiginlega bara áður en þú ert stikkfrí, áður en þú heyrir af Guðspjallinu, það telst ekki með. Þannig að, en sem gerir það alveg svona meira dick move, að svona fara í 4 mánuði inn í frumskógin og eitthvað svona, ég segi þér bara, hei, hérna Jesús er til og þú gætir fara til helvítis ef að hérna, þú finnur ekki út úr alls konar dóti. En bara svona, þú verður svona, what the hell, gaur? Ég býð í skógi. Af hverju varst að segja mér þetta? Ég er ekki að slæmi máli núna. Það er fucking vesen, gaur. Þú er búin að setja mig í alls konar vesen. Ég er svo mikið að þræla haldið samt í lagi. Já, by the way, selja dóttuðin í þrælahald, það er allt í góðu. En hérna, þú mátt ekki... En að hommast smá, það er rosabannað. Kannski þeir voru að leita að, þú veist, svona hommaskóginum í Amazonskóginum. Já. Þegar ég veit eru hérna einhvers staðar. Ég var að lesa, þú veist, aðra svona þýðingu af biblíunni. Það sem var gaur að segja, sko, að þetta the homma clause sé bara að það var til að reyna að láta Rómveri hætta að sofa hjá lærisveinum. Já, þetta var anti-pederasti, þú veist, klausa. En ég var svona, þeir voru konstantli að því. Já, sem er... Þeir gaurinu sem þeir eru svona, ég elska 300 og ég elska að vera Spartan. Bara svona, þú ert barnan í ykkur. Þú ert 100% barnan í ykkur. Þetta er samt sko, það er finnasti hlutur í heiminum að því að þú veist, þetta er eitthvað svona, þeir eru kunna starffræði og svona þú getur reiknað flatamál, en það eru bara svona, það eru 3 gaurar sem kunna það. Men þetta er bara inn í svona þessu lokaða samfélagi og ef ég fæ ekki að gera alls konar hluti, þá hættum við að geta reiknað flatamál. Já. Svona, þú ert með svo mikið leverage og þú getur bara svona sagt hvað sem er. Það er fucking insane. Já, það er bara svona, ef þú veist, kemur ekki með mér akkur núna, þá munum við glata hæfileika, við munum ekki geta fundið út úr rúmmáli þegar ég dey. Já, í dag er bara continuation af því. Já, ok, það er frábært. Það er frábært. Þannig virkar það. Það er frábært. Það er flott. Það er líka, þú veist, það er líka bara svona alltaf prefissi mitt með svona meira, þú veist, meira djúsi samsæðiskenningar. Já. Þeir eru út að fara að tala um eitthvað svona, þú veist, svona, já, the Illuminati. Já. Og eitthvað svona,
Le Triangle, Washington DC, All Seeing Eye memes Já Eitthvað bara svona, Ég elska það National Treasure Já. level það eru bestu samfélagskenningar En bara svona það sem svona þú veist, prefisið fyrir að fara út í þann pakka bara svona hugmyndin að komast að einhverju og segja einhverjum það svo ný Já, það svo ný pæling já að bara svona gegnum alla mannkynssöguna ef þú finnur út úr einhverju ef þú getur reiknað burðarþol þú segir engum það eru legit ótrúlega fucking mörg dæmi það sem gaurar þú veist, gáðu bara út shit eftir að dóu eins og þú veist eins og var að tala í gær að George R.R. Martin 100% að fara að gera þú veist, hann búinn að skrifa restina Game of Thrones en hann nennir ekki að díla við baklasið það endar á því að vera með shit endi já, þannig að hann alltaf bara hann alltaf bara gefa út eftir að hann deyr sem fucking pro move en það bara eitthvað svona Isaac Newton eða whatever, eitthvað svona gaurar voru bara svona já, þeir voru bara með svona bókasöfn af shiti sem þið bara sögðu engum Newton fann út úr, þú veist kalkulus og hann sagði það engum í svona 15 ára eitthvað það er bara ímyndaðir fucking power trippið ég eini gaurinn ég eini gaurinn sem getur ég eini gaurinn sem veit þetta en mér finnst líka smá fyndið að vera þú veist grikki þú veist fyrir fucking 3000 árum eða eitthvað og vera bara eitthvað gaur ég get reiknað að flatamála jörðinni ok net ok hvað er að gera með það fucking bara settu þetta í pípunni inn og reiktu það ég veit hvar það er mikið til að titanium bráðni eða eitthvað cool við getum engan veginn gert það en þú veist bara já, þú veist bara geggjað við þurfum korn okkur vantar meira korn já, okkur vantar bara það okkur vantar korn og þú veist svona okkur vantar bara svona RTS resources já, grínlust okkur vantar Civilization 5 okkur vantar bara það ég er samt það er samt, þú veist að geta fundið út úr, þú veist shiti bara for the love of the game mér finnst það awesome ég held að þetta sé líka bara svona þú veist, þetta til að flexa á fólk sem getur það ekki 100% að þú veist, ímyndað að þú ert svona þú þarft að, þú veist kaupa vín eða eitthvað í Greiklandi og þú svona kemur frá framandi landi sem veit ekki hvað jörðin er stór eins og hálfvitar eins og algjör fíbl og þú eitthvað, heyrðu, gott, ég ætla að sína þér eitt jörðin er svona stór ímyndaðu hvað það er geggjað ímyndaðu hvað er geggjað bara svona reyndar alveg frekar cool þú veist, mæjarnir eru búin að vera bara power trippi já ok, það eru einhver einn mæji til ég veist, örgulega, eðist nei, en þú veist, það var bara eitthvað svona þeir fucking góður í þessu það er bara einlega allt sem maður veit það veistu hvað dagur á morgun? Þriðjudagur what the fuck, hvernig fórstu að þessu? Gauð, ég taldi það Gauð, þú sérð bara allt þú sérð þegar stjarnan þarna er þarna þá í júni Gauð, hvað er þetta fucking segja what the fuck, Gauð what? Gauð, ég held að þú sért einhvers konar sólkonungsguð já ég held að við ætlum að byggja píramída fyrir þig og kasta hausum niður tröppunar það er annað fyndið power trip já ef þú ert búin að vera sólguð x lengi og svona þú tættir að finna kikkið já það er að fá eitthvað svona aðeins meira hvað ef við sittum gaur í pott og sjóðum hann bara hvað þá? sjáum bara til annars segi ykkur ekki hvenær júli er þið elski korn hvað er kornið ykkar? hvenær er það planta korninu? hvenær er kornið ykkar? hvenær gerist það? hvenær gerist korn? sjóðu hann gerðu það ég fokkin manna þig ég var að heyra eitthvað minna fokkin og ég var alltaf að spáði daylight savings já hvað mér finnst það ég hef aldrei alveg skilið nei akkurru nei og ég veit ekki hvort þetta er satt ég nenni ekki að
þú veist, komast að því en þetta var eitthvað svona, já, þetta til að fyrir bændur til að þeir vakni fyrr og geti unnið þá meðan það sól og ég bara svona það meikar ekkert sens það meikar ekki neitt sens það meikar bara svona ekki neitt þeir vakna bara þegar það er sól þú getur vaknað þegar sólin er nei, ég get bara vaknað klukkan 8 líka bara svona bændur ekkert á sömu klukku og eitthvað skrifstofufólk skilur það er bara svona en svo hugsaði ég já, en það passa svo fullkomlega inn í shit sem bandaríkjumenn hafa gert bara setjum flúor í vatnið já, fuck it svona, settu DDT í höfnina það er svo mikið af svona shiti sem ég held að væri annarkvort bara eitthvað svona samsæriskenning, ekki samsæriskenning okkar heimi heldur bara svona í GTA samsæriskenning svona þannig level af satírtjóki svona coast to coast í Vice City já, bara svona, nei, þeir gera það brjálfurinni þeir gerðu það sko þeir voru rosa mikið í að búa til svona silungsveiði ár vegna þess að það var eitthvað svona þú veist, það er meira fancy að veiða silung heldur en, þú veist bass og eitthvað svona þannig að þeir fóru efst í árnar og heldu eitri í þær og drápu en af hverju? Þú veist, að því þá drepur allt í ánni og svo sleftu þeir silung í ána eftir að voru búin að var spurð eina manneski ég held að það hef ekki spurð eina manneski nei, þeir bara gerðu það nei, þú veist, ég er ekki að tala um eitthvað svona fiskfræðingin ég er bara að tala um bara svona einhvern mann einhver bara svona, það meikar ekki einu sinni smásens þetta er líka svona, þetta er svo sérstakt brand af svona sér-amerískri geðbilun já svona strip mining já svona það er sko skemmtilegt rabbit hole sem er skelfilegt er hérna Superfund sites Superfund ég held að það væri svona gett skemmtilegu feituvinur já, kannski í vissum skilningi, nei í vissum skilningi eru nei, það er eitthvað svona það eru svona staðir í Bandaríkjunum sem eru svo eitraðir og geislavirkir og ekki í lagi eða bara svona þú færð instantly 10 krabbamein og deyrð ef þú ferð þangað þannig að það er bara svona þetta designation sem er Superfund site og það er bara svona það má enginn fara þangað í 750 ár get it og það er bara svona, það er lausnin það er lausnin er bara svona enginn fer hingað þangað til árið 2250 já, ég man það var í ég man þetta ekki alveg en því ég var í Colorado það var svona staður þar sem var bara svona bilaðslega kjarnorkuskur og ég man ekki hvort það var bara úranium í jörðinni eða eitthvað því það var náttúrulega bara var annars hlutir sem svona hljómar smá silly en bara svona úranium námur þú fer bara og heggur það með svona pickaxe og nærði í úranium þannig nærði í úranium það er annað sem ég svona hljómar eitthvað eins og Fallout eða eitthvað svona uranium fever svona þú veist gullæði að fara og hamra úranium og gefa ríkisstjórninni það og svo nei, það er hlutur sem gerist það er geggjað það er svo geggjað að vera svona ofan í námu og vera svona finnur þið svona hittnagerningi og vera svona þrútinn svona húðin byrjar að leka af þér og svona, ég er með svo marga þumla ó nei Gaur, þetta er alveg eins og ég Fallout Gaur, ég er með Pip-Boy Gaur, þetta er Fallout reference Gaur, ég það er endar sko í svona þú veist, náinni framtíð þegar við þurfum að senda fólk aftur ofan í úraníu námunar þú gætir látið redditörn að fá þú veist, Fallout Galla og Pip-Boy honestly, og senda bara niður þú gætir látið að gera hvað þú gætir látið að svona þrýfa það sem þeir skjóta kjarnorkusbyggjum upp úr bara svona the blast tunnels Gaur, þetta er alveg eins og ég Fallout, gaur þú gætir látið að verða ghouls það er alveg eins og ég Fallout já, þú veist, nákvæmlega þú verður ógstlega svona fölur og hræðlur að þau svona þrýfa svona sót úr the blast tunnels
Þetta er alveg eins og ég have my upvote Cake day cake day. Mér finnst brjálaðar þetta síðan þú til Já, ég sagði, já, ég náttúrulega sagði daginn þegar ég notaði Reddit einu sinni Já, og allir kúkuðu á mig já, og ég er svona, þetta er sökkar. já, víst Hvað er þetta? Hvað er skilja eftir eitt komment og bara svona, af hverju ertu svona? Fuck you Fuck you. Fuck þú bara þú. Þú Svona var ekki uppdútið mitt öll hinn kommentin voru bara eitthvað svona nice, flott skoðun hjá þér. En mitt? Nei, Nei, slæm skoðun fuck you. Guður, ég ætla að down-dúta þig Ég ætla að finna kommenti, ég ætla að down-dúta það Já, það er ég svona hef Ég ætla að skrifa smögg athugasemd Já, Það sem ég ég útskýri hvernig þú hefur ránt fyrir þér Ég hef kommentað svona 5 sinnum á internetinu á hluti. Já. Og þú veist, daginn var eitthvað svona á Instagram var eitthvað svona, ég man ekki hvað það var, en það var eitthvað svona það var þarna bandaríska math olympiad voru að vinna í fyrsta skiptið í whatever. Já, þú veist, það voru náttúrulega allt fólk af kínverskum uppruna eða asískum uppruna í liðinu, þú veist, góði í starffræði. Já, Bara, það er bara þannig klárari og eitthvað svona og eitthvað gaur kommenta eitthvað svona, þetta er ástæðan fyrir að Ameríka er awesome og ég bara svona, þið eruð að losa ykkur við birthright citizenship og þið eruð að tortíma landin ykkar og þið fucking suckið, fuck you. Hvað meinaru? Hvað ert að fucking tala um? Ég bara svona, hvað meinaru? Hvað meinaru með þessu? Hvað meinaru með þessar athugasemd? Af hverju, þetta meikar ekkert sens. Nei. Og ég sagði þetta mjög svona mildly já og hann postaði bara heimilsfanginu Ó Æi, ó nei full government name og kennitölunum minni og ég var eitthvað ok, Ok, djók Guður, teka tilbaka en ég var smá bara svona það er actually mjög fyndið Það er mjög fyndið, það er alltaf gott grín það er mér finnst það legit milli fyndið Það er fyndið af því það er ekkert hvað og hvað Og hvað? Svona og í alvörinu og hvað Já. ok og ég bara eitthvað ok, Ok, nice nice en þetta er svo fyndið að svona ég er svona ég ætla að nota internetið í Já, Nei. já, nei, ég ætla ekki að gera hvað er það versta sem getur gerst Hvað er? Heldur maður ætti ekki að nota internetið nei, ég var alveg bara svona nei, þetta er ekki góðu staður Nei, Þetta þetta er er- slæmistæður Það er Maður slæmt á- fólki hérna þetta er smá svona að horfa á górulupittin eða vera í górulupittinum Já, já, þú veist, já það er smá munur Mjög gott það er smá munur að Mér finnst gaman að sjá görlunar mér finnst það rosa gaman Þær eru að gera alls konar það eru að hluti borða bambus og Þú veist, og þær eru tromma á þefa bringunni okkur sinni. öðrum þefa, mikið hnus Mikið snus en Þú að veist vera ekki vera en ekki vera rifin í sundur að þeim. Ekki búa það með er þeirra. ekki það er ekki Nei, ég er ekki að leitast eftir því neitt sérstaklega nei Það er líka sko Ég held samt að górilur séu meira næs heldur en simpansar á simpansar Ég er held að svona simpansar séu bara það er að eina sem Joe Rogan hefur sagt sem er rétt Já, já, já Það er eina teikið hans sem hefur elst vel já, honestly Það er, ég er líka bara svona ég held bara svona bara til að sé sagt, ég held að hann sé ófyndnasti maður allra tíma Já, eða veist það hefur þetta engin fundamentally skilur ekki grín eða veist, hann var eitthvað svona bara svona fullkomið dæmi er að fá eitthvað eins og Theo Von sem bara svona er bara einhver fyndingur ah, hann bara legit til milli bara einhver fyndingur sem Já. segir fyndið sitt og hann er svona það var eitthvað saga svona ég beiglaði einu svona bíl hjá mér og ég tók dúfu og lét hann að kúka á beigluna til að fela það Já, og Joe Rogan án þess að blikka segir þetta er ekki sönn saga nei þetta er ekki satt Æ, og því og hann eitthvað svona nei. hvað meinarðu, af hverju ekki Við sem er by the way elite level svar er Já, bara þetta- af hverju er þetta ekki Það satt verður ekki satt, útskýrið bara góða, þú getur ekki náð dúfu hann bara, hvað meinarðu, dúfa er heimskasti Frekar auðvitað að ná dúfa er bara svona heimskasti hlutur á jörðinni, hvað meinarðu ert þú Það eitthvað er- fokkin hvað meinarðu Æ, nei,
það er ekki hægt sko. Joe Rogan getur ekki náð dúfu. Nei, Joe Rogan getur Hann ekki gæti- náð brandara. Hann getur setið á dúfu og flóið á henni. Já, Hann, og gert karate. og gert carded move. Já. En hann gæti ekki náð brandara Nei, þótt honum væri rétt honum hann. Nei. Eins og þarna. það En getur ímyndaðir, þú veist, er líka mjög erfitt að vera, þú veist, atvinnu grínisti og ekki hvernig ertu skilja brandara. atvinnu, þú veist, þetta er smá, Það er náttúrulega, hann sá geimuruna og vinnur núna fyrir leyniþjónustuna. já, þú veist, já, algjörlega. Það er, Það er náttúrulega það. En þú veist, já, þetta er smá svona, en líka hann er svo mikið mím, eitthvað svona, það er bara 50 á ykkur. Nei, það eru 50 fyndnar manneskjur í heiminum. Samkvæmt honum. Þú þetta. Nei, samkvæmt honum Já, eru 50 fyndnar manneskjur í já, heiminum. það er ekki ekki. Það er Svona- líka, Hvernig er að búa inn í raskatuna þér? Hvernig er að búa þar? já, það eina sem að er jákvætt við, þú veist, ekki einu sinni hann sjálfan heldur bara svona afleiðingarnar hans er að hann gerði fyrir bara svona, fyrir allt mídía það sem Sylvester Stallone gerði fyrir bíómyndir. Já, Það er bara svona, hérna kemur einhver bara svona alveg sköllaður meathead vitleysingur já, sem kemur og gerir eitthvað sitt sem verður svo vinsælt að það eyðileggur allt. það er bara tortímdi bíómyndum í 20 ár. Ég er samt sko, það er ekkert sem mér finnst jafn geggjað. Mér finnst það awesome. Eða Ég bara er svona- ekki að tala um það sem slæma hlut. Pældi að vera umboðsmaðurinn fyrir bara svona Dustin Hoffman. Já, Þú veit, Rocky kom út og þú þetta fara að tala við Dustin Hoffman og segja bara svona, Dustin, þú þetta fara að stera. Ef þú ætlar að fá hlutverk, já, eða bara svona ef þú tekur ekki 120 í back, þá ertu ekki að fara að fá vinnu. bara svona Dustin Hoffman, manstu karakterinn sem leikst í Rain Man? Já. Það er mjög, þú veist, Já, já, þú þarft eiginlega að leika Þú hann. þarf að vera hann. Þú þarft eiginlega bara að vera hann til að Þú- eiga samtal við þetta fólk. Já. Það þarft eiginlega að vera hann. Mér finnst það svo mikil snild að þið líka bara svona, svo bara að því þetta opnaði hliðið. Já, Svo bara, þú veist, Schwarzenegger, Lundgren, Já. fucking Apollo Creed, þú veist, allir toppgaurar. toppgaurar, toppnáungar. Reyndar, þú veist, Dolph Lundgren er svindl að því hann er líka, þú veist, klárari og betri leikar en allir. Já, veist, hann er eitthvað svona, Dolph Lundgren er í alvörunni með svona, Ég held við talaði um það hann er með Jojo, Já. hann er Jojo karakter. hann er með svona stand. Já, veist, hann er bara, hann getur gert eitthvað svona, Swinging. já, þú veist, bara allir ferilin hans er bara svona eitthvað djók, Já, eitthvað svona, þú gætir eiginlega ekki samið það. já. En það, já, þú veist, það er samt alveg, þetta er Þú alveg legit hugmynd bara svona, hvaðan væru bíómyndir ef það væri ekki fyrir þetta? Þetta er líka bara svona, þetta Muscle Man era er besta sitt í heiminum. Já, Jean-Claude Van Damme, já, eða þú veist, allir, þú veist, allt svona downstream afleiðingarnar af Rocky Mhm. eru allt snilt. það er legitimately. Það er, og líka bara svona, þú veist, það mátt alveg taka einhverja thespians niður eitt prigg. Já, Það er bara svona, þetta er að ég ætla að leika að því ég er listamaður og ég ætla að tjá, það er bara svona, þú ert að fara í fucking ræktina, gaur. Þú ert að fara að fucking ég vil ekki sjá Woody Allen myndir í 40 ár. Nei, þú veist. Hann er reyndar ennþá að gera bíómyndir Já, þú veist, og fólk leikur í þeim og fólk er í, sem er, þú veist, er það svona, ef þú ert í dag að leiki Woody Allen mynd, ekki segja shit. Aldrei segja shit um neitt eins og það ætti að hlusta á þig. Ekki láta eins og þú sett einhver sem á að taka alvarlega. ég veit, ég held ég hafi líka sagt þetta seinast, en vissið þú að, ég var búin að segja þetta við, en vissið þú að Woody Allen Giftist dóttur sinni. Já, Í alvörinni, Já, straight up já, giftist dóttur sinni. já, það er þetta rétt. En hann canonically er sendur til helvítast af James Bond í Ó, James Bond mynd. það er alvöru, það gerist. Nei, þú veist,
Nei, veist, það er atriði af James Bond að senda hann til helvítis og Nice. það er atriði af Woody Allen í helvíti Ó. að dansa með Bönns af púkum. Þetta er ekki djók. Nei, það er just Þetta er svo TV-útgáfan af Dr. No nei, ekki Dr. No, heldur hann að Goldfinger. Það kom út svona TV-movie áður en bíómyndina kom út. Já, En þetta er bara eitthvað svona veit ekki, akkur er þetta atrið þarna? Ég veit ekki, en bara James Bond fucking banisjar Woody Allen til helvítis yes og bara, Ég stiði það mér finnst það ógeðslega fyndið. Já, það er geggjað. Það er alveg svona Mér finnst það gott að hann sé með eitthvað svona eitt svona ég sendi samt Woody Allen til helvítis Canonically Það er fucking Í hvaða mynd er atriðið það sem að Woody Allen bara svona horfir í bíómynd og segist vera barnakind? Annie Hall já, eða já, eitthvað, held ég. já. Já, Alveg já bara svona hann leikur hann sem barn að það er sena það sem hann er barn í skólastofu en er samt bara hann. Já, nema svo sko hann er eitthvað svona að perrast í 10 ára stelpu. Já. Nema svo birtist hann sem fullorðið maður Já. í senunni og bara svona, þetta er ekkert skrítið, þetta er gett öðlagt, hei, ekki spáði þessu og bara svona sem fullorðin Woody Allen Ég man og þetta er ekki bara svona, hvernig þið grunna? Ég man ekki eftir að hafa hort á Woody Allen mynd. Það er sökka, Er það það er ekki? fucking Er það ekki bara sökka. vont? Ef þú fílar Woody Allen myndir þá fucking sökkar þú. Eða bara Mér svona, líður þetta sé algjört svona Þetta er litmus test já bara svona ófílar í alvörinni Bicycle Thieves. come on, Like, nei, come on nei. Nei, þetta er líka bara svona, þetta er mesta fucking bara svona, þetta er mesta svona ömulegur gaur media. Það eru svona, þú veist, Catcher in the Rye Fuck, já. sem er bara svona, þetta er bara svona fyrir ömurlega gaura. Þú þarft að vera svo ömurlegur til að fíla þetta. Þú ert svo ömulegur og þú Já. fer bara og drepur John Lennon Sem þetta með einn pínu sem fígúru Já, John Lennon sem fígúru, Já. ekki John Lennon sem gaur, Nei. come on. Come on. En ég meina bara svona sem að fara að drepa bítil Já, það er er algjört mesta gaur sem með katsinni í vasanum með og gerir það move. Ég var að lesa bók Þegið Fucking loser. aumingi Fílar Fucking hvað þurfum við að gera núna? Hlusta á Yoko Ono næstu 40 árin. Sjáðu hvað ég Allt er að Sjáðu hvað þú fucking gerðir Allt þér að fucking Það kenna. er ljósaskilti út í Viðey út af þér Ég get ekki sofið á nætuna Ég get ekki af svo því Yoko Ono saknar hans. Djúvel væri samt geggjað að vera líka hljóð í friðarsúlunni Þú kveiktir á henni og svona Þú heyrir svona ekki langt í burtu Ok, ég vil bara sofa Gaur, getum við gert það? Getum við gert svona livestream myndavel sem er ekki alvöru en bara svona livestream af friðarsúlunni alveg uppið hana sem er bara svona með aukarhljóðum frá Yoko Ono. Þegar fucking Chuck Berry þarf svona að taka fucking mikrofónin úr sambandi. Hann dónast því úr hræðslu Hann dónast svona- því úr reiði og Hann hræðslu. er legitimately í bara svona fully fight or flight Mér finnst mjög fyndið að þú veist, bara svona, já, Chuck Berry sem gerði fucking tónlist og shit. Já, Ég hef aldrei heyrt sögu af Chuck Berry nema þessa, af því þetta er svona eina sagan sem ég svona, við sáum hann einhvern veginn, var að þú veist, hann var að spila með bara svona, ég man það var þetta ekki bara Plastic Ono Band Ég held, eða Jú, en þú veist, Chuck Berry var að spila með einhverjum sem hann elskaði, einhvern gítarleikar sem hann elskaði. Ég man ekki hvað, ég man ekki hverjum það var, en bara svona, það bara svona, oh my god, ég er að spila með honum eitthvað, skiljur og svo var Yoko hann bara gubbandi eitthvað út um allt öskrandi og hann þurfti bara svona að taka honum sambandi. Það er svona eiginlega eina sagan sem ég vissi að Chuck Berry og svona lögin hans eitthvað. En svo bara svona allar sögur sem ég hef heyrt á honum. Versti maður. Ekki góðu gaur Ógeðslega mikið fucking piece of shit. Ekki næs náungi Bara algjört piece of shit. Já, það er alveg Sem er bara, ok, hann er tónlistamæður bara
Hver eru líkunar? Hver eru líkunar? Bara huge piece of shit. Algjörð bara svona Magna dæmi. Magnandi. Hann rak veitingastað þar sem hann var með svona faldar myndavélar inn á kvennaklósitinu. 100% Chuck Berry hlutur. Nei, þetta er alvöru. Ég er að segja, þetta er svona saga sem þeir eru á Chuck Og Berry. hann var svona með svona myndaalbúm af, þú veist, konum að pissa. Já. Svona kúk og piss. Já. Og svo uppgötaði hann rock. Þetta nýja hljóð sem þú ert að leita. Listen to this. Það er mjög fyndið að því að bara svona ef þú fannst upp rock, Já. ég myndi bara svona ef þú veist ef bara svona jazz var ekki til, svo bara svona einn gauður sem fann upp jazz, Það og þau er, eru svona hann er get fucked en hann fann upp jazz. já. Hvað Það er er að gera? Já, ég veit hvað. Hvað veist? Hann bara svona drap 5 konur með brunaöxi og drakk heroin. Já. En, þú veist, hann bjóði jazz, ég veit Það er ekki. líka flestir sem voru að búa til jazz. Þetta var eiginlega æfisagan Já. hefðan flestum. Já, það er alveg svona Þetta er svona saga af, ég held að það var Charles Mingus. Það er bara svona, þú veist, ef þú horfir á myndbötan, bara svona, hljómar er svona frekar svona stoic, svona kontrabassuleikari. Já. Hann gerir sem er Heyrist bara aldrei í þeim. mest fake tónlistamæður, eða ekki hann, en bara Nei. svona að spila á kontrabassa er fake. Það hefur enginn heyrt í kontra. Það er líka bara Enginn. það er líka bara þú verður, það þarf að sannfæra mig, þú veist, ég er agnostic með kontrabassan. Gæti Ég er verið. ekki Nei, já. denier, Nei. en ég bara Þú þarft að spila frekar sönnun. kontrabassa er bullshit. Já. Það er bara eitthvað bull. Það kemur ekki hljóð. Það er líka bara bull. Það er ekki, þú veist, ég elska jazz, en bara hvað þetta er bara svona eitthvað svona, þetta er svona eins og svona suð í filmumyndavél. Já. Bara svona, þetta er þarna cool. Já. En ég veit ekki, ok, Þú veist, þetta hefur engin áhrif á þetta ekki- myndina Nei, þannig, nei, en þetta er bara, þetta er flott. Já, þetta er flott, svolítið næs. Þetta er flott, Hann er þarna. þetta er flott, en já, það var saga honum að hann svona, þú veist, píanuleikarinn að spila feilnótu og hann tekur brunaöxu og bara svona heggur, ætlar að höggva hann Já. í sundur, Já. en heggur píanóið í sundur. Er Nói Albino að segja hann referens í það? Já, alveg Það örglega, er þröstulega á eðilegu píanó með bruna, ekki? alveg 100%, Já, alveg örglega. næs. Ég man ekki, ég var bara að muna það núna að það væri einn hnatrið, Já, en það er alveg svona, þetta er alveg svona einn frægast að sagan af honum, Charles Mingus, sko. En svo er þú veist, þessi dútar, ég er bara svona, ég er ókslega til í það hvað þeir eru fucking nuts. já. Svona, ég er til í hvað Miles Davis og bara svona, Aðeir. þú Pældi þarft að í vera fucking freak til, þú þarft líka að vera freak til að gera svona gott shit. Já, veist þú, það má ekki vera eitthvað í lægi með þig. Nei, bara ekki svona að horfa á bíómynd í bíósal með trompet og semja heilt já, ef hann samdi bara heilt bíómyndatrakk Frekar cool. standandi með trompet. Frekar cool. Hann Já. ímyndaði þér samt bodycountið. Ímyndaði þér hvað Miles Davis drap mikið af fólki. Já, ég ætla að vera að tala um bara svona hvað Þú við veist, bengum mikið af fólki. Það líka. Það líka. En En bara svona, hann alveg svona, þú veist, þetta er smá svona, þú veist, eins og þegar, þú veist, AIDS epidemiki var í gangi, það er bara Já. svona, það töldi ekkert. það er ekki að telja, veist. Eða, veist, það var svo mikið af fólki sem var dreipið. Það var svona, ég myndi giska að það var svona 500 Jack the Ripper að bara svona drepa samkynnt fólk. Bara svona stinga það til dauða, fokkin hrikalegt, hræðilegt, og það var ekki talið. Nei, veist, það var svona, Herru, hann er eiginlega hann er eins og ost, þú veist, hann er fucking bara, hann er fullur af þetta götum. er nýtt einkenni. Nýtt einkenni af AIDS er Ef þú, actually að vera fullur af byssukúlum. Er að springa. Þetta Fólk er að fá alnæmi og það er að springa í það er loft. actually mauk. Það er actually mauk og fullt af byssukúlum og svona charred. Það virðist að hafa verið sett í einhvers konar matvinnsluvél. Já. Þetta klassísk einkenni. En þetta er svona hlutur, þetta er svona svolítið eins og þú veist svona Hurricane Katrina, það er bara svona, hræðilegt, við ætlum ekki að tala um, við ætlum aldrei að tala um þetta. Nei, veist. Við ætlum aldrei að tala um bara svona
roving gangs af fólki að bara svona drepa alla. Veistu hver talaði um það? Kanye West. Kanye West. Ég er bara að segja. Hvenær hefur hann haft hann fyrir sér? Aldrei hefur Kanye West haft hann fyrir sér. Hann er alltaf 5 árum á þetta. Hann er alltaf með puttan á púlsinu. George Bush er alveg saman svart fólk. Það er ekki röng staðhæfing. Nei, og svo kemur þetta Mike Myers bara svona Hringið í númerið á skjánu. maður heyrir alveg ó nei svo mikið vesen Það er svo leiðilegt eitthvað svona þú ætla bara að, þú veist, fljóta á srekkpenningunum þínum og svona, já, fucking, ég ger eitthvað svona eitthvað góð gera þar, eitthvað bullshit svo bara svona, þetta myndband verður sýnt 30 billjón sinnum Já. Og ég er í því og ég stend þarna. Ég vildi bara vera í Shrek og þú veist, eiga að gefa mikið penning. Já, það er einu sem ég vildi. Já. Já, það er sko það sem ég ætla að segja var, þú veist, að Miles Davis hefur definitely verið eins og með AIDS og fólk var að drepa með AIDS var. Ég held að hann hafi bara svona látið fólk overdósa svona 150 manns easy Ég held að það sé sem hann hafi bara svona sprautað Já. með heroíni. Ég held að hann Og bara drepið sprautaði það með Miles Davis. Svona tekið blóðu sér. Bráðnar. Já, ég held að það hefur verið Já og ég held að hann sé alveg sama. Já, þú svo alveg sama. Ég held að gera ekki þessu neitt fyrir hann. Já, bara svona hann bara svona drep Hann bara svona horfir á þau bráðuna. Shit, man. Oh, man. You know, I was playing down in Atlanta. He was melting away, man. He was melting away, man. You ever Þú seen a erum man með melt? góðan Miles Davis. Við erum með. Þetta var insane Miles Davis hjá okkur. Hefur einhver heyrt svona gott Miles Davis What the fuck? Ég var alveg svona, vorum bara Sko búið ykkur fyrir ongoing bit. Miles Davis er recurring guest núna. Yeah, this is Miles Davis. I'm visiting some cats on the Skincast podcast. Hell yeah. Oh. Já. Maður þarf líka bara að vera veikur til að gera Miles Davis. Já, og Ef þú þú er ert með flens, já. nývaknaður og þú vissir ekki að þú væri veikur. Nei, Þannig þú ert að tala venjulega og á heroíni. og heroíni. Það er Hann var líka, þú veist, hann var svona 1 meter. Hann var pygmy size. Já, eða, þú veist, hann- sem er geggjað. sem er cool. Við elskum the pygmies. Þeir eru ekki til lengur því miður. Já, Af því að því að mér finnst það ég ætla bara að segja, mér finnst það leiðilegasta sem við höfum eitt Já. út. Blár ópal, alveg frekar leiðilegt. frekar leiðilegt. Pygmies, miklu leiðilega. Já, Miklu leiðilega. miklu, alveg töluvert verða. Freska drikkurinn Það er ekki til lengur. svona næstuði on par með pygmies Ég veit en pygmies eru miklu leiðilega. Já. Það Það er er miklu líka- leiðilega við bara Veistu það er ekki til lengur. Hverju gerðu það? Hollendingar. Var það ekki Nei, De Beer? Ísraelar. Ó, ok. Eða, þú veist. Ég meina hollendingar samt. De Beer, voru það ekki De Beer Jú. demanta? Jú. Þú vilt fucking sökkar það maður. Já. Getur ímyndað að vera bara einhver bara svona úkslega cool svona kýrikú gaur. Eitthvað út í Cool lítill kall. að hanga. Mér finnst bara eitthvað að gera comforting við lítinn kall. Ef þú skilur eitthvað svona Já. ég veit ekki hvað Nei. Þú veist ekki Hérna- ekki dvergvaxin. Nei. Það er Ói, þetta En þú veist Langafi minn var svona, ég held að hann hafi verið svona 1,20 eða eitthvað. í alvöru. Já. Hann fekk ekki að borða það fyrir hann var fullorðinn. Það gerist. Það gerist. Þú veist, það gerist. Hann var bara lítið gaur. Það er samt bara Hann var bara þegar foreldrar eru að segja að þú verður að borða í annars verður ekki stór. Já. Þú verður Í ekki stór. alvörinni. Hann líka bara eitthvað, þú veist, var ekki bara svona, já, hann er bara lítið gaur. Mér finnst það eitthvað awesome. Þú Já. veist, ok, hvað er, þú veist, það eru leprechauns. Sjúklega cool. Sjúklega cool. Svona gaman yfir þeim. Já. Þú veist, mér finnst allt svona Hann, þú veist, hann gæti líka hafa náð alveg svona seinasta nippinu af þú mátt samt ekki gera neitt að hann geti lagt álögu á þig. Hann geti hafa rúlað á því. Mér finnst alveg svona- mér finnst það svona, þú veist, það má. Þú veist, Mér finnst þú mega að því, þú þarft veist, það er frekar
ég myndi ímynda það frekar svona bara svona bara svona það smá erfitt að vera lítið. Já, það erfiðar. Líka bara svona það bara flóknara. Eina vinnan sem í boði svona að halda á kössum á höfninni. Já. Og bara svona, og þú ert bara 20 kíló. Já. Það er eitthvað svona, mér finnst eitthvað, það er eitthvað mjög cheerful við það. Já. Við verðum eitthvað lítinn gaur. Já, það ef hann getur það, þá get ég það. Já, svo mér fyndi það svona frægasti dvergvaxni maðurinn, hérna, hvað fokkin heitir hann? Það sem leikur í Game of Thrones? Dinklage. Peter Dinklage. Algjör aumingi. Ha? Og svona ömulegu við lítið fólk. Ó, ég vissi það ekki. Hann tók upp litla stegan. Þú veist, hann fór upp. Hann fór upp. Ekki segja það. Hann tók litlu tröppunar upp og hleypti þeim ekki upp. Ok, þetta lilla tjók, en ég satt að meina þetta. Hann bara eitthvað svona víst bara svona notoriously mikill asshole þegar það kemur að því. Og mér finnst það mjög skrítið. Hann eins og Ellen var fyrir alla? Fyrir fólk sem eins og Ellen. Svona þú veist, ég er ekki Þú verður að útskýra, ég er ekki að fólk sem eins og Ellen og Gísli Marteinn. Ellen og Gísli Marteinn, ok. Þau eru sama típa af fólk. Já, þau það er svona tannkremslykt að þeim. Tannkrems, skinsút, svona. Það er engin lykt að þeim. Það er engin, það er pottitt engin lykt af Gísla Marteini. Það er bara svona hnusar hann að staðanum. Svona, hvað hérna? Það er þess að háruna, það er bara engin olía í háruna. Það er bara eitthvað, það er ekki lykt. Þú sjáir bara svona hárrótina, þú veist, fullkomlega. Já, en ok, það sem hún gerði fyrir fólk eins og þau? Nei, bara svona að því að þú veist, að því að það er allir eitthvað svona Ellen var vond við starfsfólkið sitt, sem að þú veist fer, en þú veist, ef þú vinnur, allir sem að unnu fyrir Ellen voru að reyna að verða næsta Ellen, til að verða leiðileg við starfsfólkið hjá Ellen. Já. Þú veist, hún var bara top dog í Ellenar hæfinu. Já. Gísli Marteinn hefur sótt hjá Ellen. Gísli Marteinn er Ellen samt okkar. Hann er Ellen okkar Íslendinga. Ég hef aldrei spáðið því hvað hann er mikið það. Allar fyrirverandi kærustur hans eru dánar. Ég ímyndi mér hann bara alltaf sem kynlausa veru. Já. Sem er ekki lykt á. Ég held að það sé, þú veist, ég held að það sé engir feramónar. Nei, það er eitthvað. Kannski það ekki nema að þú veist, hann svona fari heim á kvöldin og sé bara eitthvað svona nei, þú veist, það er samt eiginlega ekki þetta. Nei, ég held að hann sé alveg bara svona Gísli Marteinn heima. Ég vil ekki vita hann. Nei, ég vil ekki vita að hann hafi, þú veist, það er skrítið. Hann fór í tæknifrjóvgun þótt að hann sé, þú veist, það er engin ástæði fyrir því. Hann fór í tæknifrjóvgun. Það ok. Það er barn að vaksa undir skrifborðinu í settinu. Nei, hann er með það á bakinu. Það er svona. Já, hann snýsir aldrei við. Já. Það er eitthvað, mér finnst eitthvað mjög horrifying við svona spjallhætta menn. Já. Að því þú veist, þegar að því þú þarft að vera, það má ekki vera nein lykt að þér. Þú ert bara svona blank slate. Jimmy Fallon, það er engin lykt af Jimmy Fallon. Það er engin lykt af Jimmy Fallon. Það er alveg bara svona engin lykt af Conan. Getur verið smá lykt af Conan. Conan hann er líka mennskur. Jú. Hann er ekki, þú veist, og mér finnst þið alltaf að fara lengra og lengra frá því. Já. Þú veist, Conan, svo kemur þú veist, Jimmy Fallon, svo kemur Jimmy Kimmel. Þú veist, hann er en þú veist, Jimmy Kimmel þegar bara eitthvað svona fokkin barnið hann stó eða eitthvað svona, ég man ekki, það var eitthvað svona skelfilegt sem gerðist. Já. Og hann svona mætir og segir það og ég bara svona you're saying this, you heard about this? Já, veist, grínlust bara eitthvað svona en bara svona hvað er að gerast? Af því þú ert að vera, þú veist, þú ert the ultimate straight man. Já. Þú veist, ég er með, já. Þetta þýðir fyrir fólk sem veit ekki hvað það er. Ég er ekki að meina
gagkinuður, ég er að meina bara svona að þau eru alltaf að play allt straight, skilur en bara svona, þú veist og af hverju ég man bara eftir þessar klippu bara eitthvað svona, já, og svo þetta, já svo bara, lést hún í gær eða eitthvað, þú veist, eitthvað svona við bara svona, þú ert karakter Já, þú þú ert ekki, ert ekki Nei, þetta er eitthvað bara svona, það kemur út nýtt Andrisblað og bara svona Rip dó í bílslýsi já, þú veist, Ha? fóreldrar er dó, Já, reyndar en þú veist en já, þú veist, það væri Það var pínu skrítið það væri bara svona Andrés, hvað það tala um? af hverju þetta Hann var ekki í belti Nei, Andrés hann er stuck in this infernal machine hann getur ekki tjáð sig já, það er þú veist ég finnst líka Þetta er samt, þú veist, já, lendið þú líka í þessu Sorry, já, bara þegar svona þegar maður er, þú veist, að svona hanga með þú veist, frængum sínum og svona fólk sem að maður svona 65% þekkir það já, og þetta er svona, þú veist, meira, þú veist, vinkonum mömmu manns og já, eitthvað já, svoleiðis já, já. og maður bara eitthvað svona, þú kemur niður í matabóðinu nákvæmlega þannig og svo eitthvað svona er, þú veist, 30 sekundar samtal og svo bara svona skelfilegasti hluti sem við nokkuð tíma gerst Já. það er bara eitthvað svona, já, svona alltaf druknuðu þau allan já, voru þetta á Spáni og dó í heita pottinum og þú svona ert að sækja þér Ég er meira svona- kokopeps já, ég ætla að bara fá með djús og þú stendur á þetta með djúsin og bara svona Af- ég get ekki labbað út í þessu já, ég hef engin komment eða þú veist, ég get ekki labbað út í þessu samtali Nei. en ég get ekkert Ég- tjáð mig þetta nei, eða bara svona á seinustu 7 sekundum lærði Svo ég bara- að ég ætti frænda og frængu út á bara- Spáni og þau hafi druknað dó náttúrulega bara í hérna slísnu jú, og leiðin út á náttúrulega. flugvöll bara Hann náttúrulega bara fór með börnin upp í bústað og bara draf sig draf Drap þau? hann drafði heita pottinu og það var svona já, já og ok en, og þú þarf bara þú ert svona systir Sigga nei, já, þú ert móður já, ok, já, sorry. já Hver ert- hvað er það að gera heima hjá mér? Sonuðin er ekki með persónuleika ég veit, það er einu sem ég veit um þig er að ég hef séð sonuðin og hann er bara eins og séð það er ekkert þarna, það er ekkert bak við augun hans það er alltaf svona ein frækka það var náttúrulega nei, já nei, það er alltaf svona einn litli frændi manns sem er, já sem er bara svona mann langar svona hvað er það svona flintsja mér langar svona að henda pappisrúl í hann gáði þann breiðist sem við bara okkur þann bregðist við Það er- en það er bara einn já, þú kemst að því svona hann er búin að vera bara svona þú veist, Gína allan tíma hann var hundur það var ekki hundurinn hennar þú ert bara búin að sjá hann sem manneski hversu fyndið væri samt að því það væri hægt að gera það foreldrar þínir og foreldrar mínir gætu hafa sem bit bara ákveðið þeir eru fættust bara svona, hei, segja þeim að þú sett frængu okkar það væri svo easy sko við myndum aldrei komast að því en þú veist en svo líka það með að hittir fólk sem er með þú veist er með svona flóknar fjölskyldur já, það er, mér finnst það það er svo mikið þú veist, maður þarf svo mikið þetta er alveg bara svona, þú þarfst að kunna tölfræði aftur í tíman já, af því þú veist eitthvað svona já, fóröldur mér eru búin að skil, ok Já. það er fæn það er fín en þú átt 18 stjúpsystkini og 18 eitthvað hlið fræng, þú veist, Já. maður bara svona hvernig gerist það? Hvað? hvernig hérna, eru þau skild mér líka? Nei Ha, ok, já eða bara svona þú veist, ég á bara svona vini sem ég bara svona þetta er bróðið minn svona, ok, þetta er bróðið þinn alltaf verið er það nýtt, gerist það nýlega eða? fættist hann einhvern veginn retroaktively sem 35 ára maður Það Fæddist- gerist, það eru dæmi um að það hefur það gerst er dæmi um það að gerst en Það ekki, og ekki eitthvað svona já, hann þurfti að flýja land til Noregs af því hann Nei, gerði eitthvað af sér bara svona, nei, hann var bara í tölvunni í alvöru talað samt
Í alvöru tala satt maður hefur lent í að bara svona allt í einu endur einhver maður og bara svona já, alltaf verið til. Alltaf verið skildu þér. Já, ok, já, nice. Bara var hann í tölvunni. Já, Það er enda sko, það er líka alveg svona, ég held að sé pínu liði núna þú gullöldin að vera í tölvunni, en það voru gauðara sem bara svona voru í tölvunni. fengu Vanilla Warcraft, það sá það enginn í 10 ár. Já, það er bara svona á piece of shit ónýtri fartölvu bara í vá já. Í 10 ár. Það er eitt sem ég skil ekki þegar maður hittir svona, þú veist, venjulegt fólk. Já, ég spilaði þetta í 7 ára eða eitthvað. Hvernig, á hvaða tímapunkti? Hvenær Á hvaða tímapunkti gerður þið það? Á hvaðan ár nákvæmlega varst þú? Hvað meinar þú hefur spilað EVE Online í 9 ár? Það er engin minni tími en 9 ár. Þú veist, þú ert 9 ára að íta á start í startmenjúinu í EVE Online. Já. Og þegar þú ítir á start þá kemur einhver heim til þín og kýlir þig. Já. Og þú átt að skilið. En þetta er svona, þú veist, mér finnst tölvuleiki cool. Já. En ég á ógeðslega erfitt með að spila tölvuleiki. Já. Ég fæ alveg bara svona, ég þarf að vera að gera eitthvað annað. Já. Og ég hef alveg tekið tímabilað sem ég bara svona, ég ætla svona markvíst að bara svona sniður og njóta þess að bara svona að gera eitthvað heiladautt. Já. Af því maður þarf það stundum. Og þetta er svona beint í æð heiladautt. Já. Sem er gott. Já. Þannig maður á að geta gert það. Ég er bara svona að leysa fundamentally gagnslaus verkefni. Já. En það er bara, það er rosa erfitt. Það er mjög erfitt. Mér finnst það erfiðasti parturinn við töluleik er bara að spila það. Sko, ég var að tala við þetta við Daða í fyrra eða einhver tíman. Þegar maður bara svona, þú veist, hversu insane það er að spila tölvuleik. Að þú veist, að kaupa sér singleplayerleik og spila hann í gegn. Já. Þú veist, það er kannski 40 tímar. Já. Það er heil vinnuvika. Já, það er líka 40 tímar, sko, það er old news. Við erum að tala bara eitthvað 300-400 klukkutímar. Allir leikir eru núna 300-400 klukkutímar. Og þú þetta 100% á. Og þeir eru allir open world. Content. Og þeir eru allir open world. Bara... En þú veist, pælti því ef ég myndi hringja í vinnuna og bara svona, heyrðu, ég kem ekkert inn í heila viku þess að ég ætla að vera að spila tölvuleik. Ímyndaður hvað maður hafði mikinn fucking frítíma. Þú veist, ég hef vunnið með fólki sem gerir bæði og það er... Hvernig? Það er insane. Hvernig gerir þú það? Spila tölvuleiki fram á 3 Þú ert með 2 vinnur. Já, þegar þú kemur reymuninni þá getur svona 2 nótt. Það er nuts. Eða, hvernig... Skrýtnar er það. Ég hef unnið með fólki sem gerir það og var með börn. Nei. Og ég er bara svona, það meikar ekki, það getur ekki verið. Það getur ekki, Barnið þetta er fucked up. Barnið þetta er ónýtt. Barnið þetta er ónýtt, þú búin að skemma það er ekkert svo getur gert fyrir það núna. Þú getur keypt handað í annan gamer chair við hliðina þér. Já. Af því það mun enda þannig. Það mun enda eins og þú. Ég líka, oh my god. Það var eitt kollegi sem var eitthvað svona við erum að spila þennan töluleik og ég eitthvað, nice. Svona social interaction við mannesku. Já, ok, cool. Ég ætla að segja já. Já. Af því ég er einmanna. Af því ég er ógeðslega einmanna. Ég er raunverulega þarf þetta. Ég er raunverulega þarf einhvers konar please. Svona stimulation, svona félagslega stimulation. Ég ætla að gera svona alvöru effort að virkast, þú veist, virðast ekki vera of spenntur. Já. Af því ég er mjög spenntur. Ég þarf þetta. Og ég á mjög lélegur í það þykist ekki vera það. Já, takk. Hvenær? Já. Núna? Nei. Augljóslega ekki núna, sorry. Við erum í vinnunni. Ok. Og svo opnaði ég það og ég bara svona við ættum að taka upp bara svona bit fyrir þáttinn þar sem við erum að reyna í alvöruna ít á start í þessum leik. Nice. Þetta er það fucking flóknasta sem ég hef einhvern tímann bara eitthvað. Ég veit ekki hvað hann er einu sinni.
Hvað, Þetta eitthvað svona hvað þetta? multiplayer, eitthvað svona bara svona eins og Civilization. Ég held að vera bara svona RTS. Ég er svona RTS. Ég alveg með Það náttúrulega samt pittur. Já, þú veist, ég með það er einu leikinu sem ég er svona leikinu sem þú fattar ekki að þú sérst eða tími Já. eru einu leikinu sem ég veit tími eitthvað svona Factorio, bara hagkvæmi. Já. Það er ekkert markmið, Það er bara hagkvæmi. þú veist, að skipulegja dót og koma því í gott stand, það reyndar er þú veist, en ég bara svona gera það og það eru liðnir 10 klukkutímar, ég bara, hvað? Hvað gerist? Af hverju gerist þetta? Af hverju gerist þetta aftur? Það er, ég held að einu svona RTS-in sem ég hef eitthvað spilað svona af ráði var fyrsti Lord of the Rings þannig að Battle for Middle-earth og líka bara svona í hvert einasta skipti sem ég kveikti á honum gerði það nákvæmlega sama. Já. Þú byrð til virki og þú maxar allar varninar þannig að enginn getur komið nálægt þér. Svo maxar upp alla gaurana þína og þetta tekur svona 4 klukkutíma og svo bara svona tort í mörðlum. Svo fer maður út og maður bara svona Nuclear Gandhi. Þú getur unlockað Nuclear Gandalf. Ok. Þú getur unlockað Gandalf og hann kemur og droppar kjarnorkusprengju. Það er fucking geð. Og bara svona, þú ert ekki að spila tölvuleik eins og þú bara ítir á vinnatakkan. Já. Ég beið í 4 tíma eftir að geta ítt á vinnatakkan og svo ítti ég á hann. Þetta er mjög fyndið að þú veist, ég var eitthvað svona bara úr Command & Conquer eða Age of Empires eða whatever, maður svona gerði þetta bara, ég ætla bara að gera svona mínastýrið, ég ætla að gera mínastýrið sinnum 5 og vera með top guys. My top guys. En svo svona horfði ég á fólk spila þetta þú veist, það er þú veist eitthvað svona senda út gauðra á til og ég var svona gauðrinni mínu með ekki deyja. Nei, þetta eru mínu gauðrar. Þetta eru mínir top gauðrar. Þetta eru boysarandi mínir. Þeir með ekkert bara deyja. Ég myndi aldrei stofna þeim í hættu. Bara ekki séns. Þú þarf að vera komið með þú veist, að taka einhvern svona bóndagaur sem byrjar með ljá og svo er hann orðinn svona, þú veist, sólartortímandi. Það er eina leiðin til að spila. Það er það. Þú veist, ef ég missi einu sinni einn bóndagaur restart hard reset. Ég mun breyta tímalínunni þangað til ég get bjargaði með öllum. Já. Ég sko, þegar við deyjum þá munu bóndagaurinnur okkar úr Battle for Middle-earth taka mót okkur. Gauð. Það er þeir eru svo OP. Það er for real samt, sko. Þeir eru bara svona það er real. Þeir eru ekki í neinu, þeir eru ekki með neitt á sér sem að er ekki glansandi. Þess að það er alltaf uppgreita. Nákvæmlega. Hesturinn þeirra glansar. Að því hann er úberhestur. Shit. Það er awesome. Og þeir munu segja, hey, þú breytir rétt. Nice. Þú tókst réttar ákvarðanir. Nice. Ekki eins og sér hinir sem að spiluðu senda leikinn okkur út í opin dauðan. Þú myndir aldrei gera slíkt. Nú mátt þú vera með okkur á hestunum. Ég elska líka að það er svona, þetta er svona í svona leikjum þá er oft sko þeir eru með svona brynjur og svona, þú byrjar með játbrynju og svo stálbrynju og svo og þetta fer svona upp og svo aftur niður. Þú ert með glerbrynju og svona okay. Það er bara svona af því að þú ert svo jack að því þú of cool. Það mun enginn geta komið nála til þannig þú ert í eitthvað svona þú ert í glerbrynju. Við erum bara að pæla í stís. Mér finnst það sjúklega ég var alltaf fyrst bara svona það meikar ekkert, þetta er svona ok, af því þú ert með svo stórt sverð. Þú ert með svo hilariously stórt sverð. Það er geggjað að það, þú veist þú ert bara að grátkilla alltaf. Það er líka svona pældsand í því hvað það hefur verið, þú veist að því gaurar fengu að gera þetta í, þú veist, í alvörunni. Þú tekur svona, þú stýrðir borgríki einhver staðar. Þú bara eitthvað svona, ok, huddle up. Við ætlum að ná í 30% meira korn í 3 ár. Og fyrir þetta auka korn ætlum við að kaupa okkur í járn.
Yep. Úr þessu járni ætlum við að búið til Yep. ingots, svo ætlum við að búið til brynju, Yep. svo ætlum við að kaupa ykkur hesta, svo er þetta fucking búið fyrir restina af þessum fucking dal. Þetta var stratið. Já. Þetta var fucking stratið. Ef þú getur sendt einn Civilization spilara til Mesopotamíu, þá væru við á Mars akkurat núna. Fuck, það væri svo fuck my life, það væri gott maður. Við- Það er gott premise, það er eitthvað svona isekai. Við værum fucking- í Dún. Já, Við værum 30 miljón árum í framtíðinni. það er eitthvað svona isekai Já, shit. Eitthvað já. svona, that time I was sent back to The time Mesopotamia they as sent me a, back to Mesopotamia as a as a civil- scribe. as a Civ player. As a Civ 5 player. Ég var að horfa á sko á Game of Thrones sem er. Já, Af hverju? Veit það ekki. það er vilt ákvörðin. Líka bara seríu 2. Byrja bara á seríu 2, þetta 3. Ok. Þú veist, bara Af By hverju the way Þú veist, var að lesa Game of Thrones bækunar aftur daginn. Bara svona, Það minnur aftur. ég kláraði þær aldrei allar. Ég kláraði fyrstu 3 ára eða eitthvað. Það tekur, þú veist, nú ert þú að Það er sjúklega langur tími. Það er allir sjúklega tíminn í Já, heiminum. það er sjúklega langur tími. En það verður að segjast að þetta er fucking bíláðislega vel skrifaða bækur. Já. Það verður að segjast að þær eru mjög vel skrifaðar. Hann er klár. Hann er klár. Hann er klár gaur. En þessi þú veist, ég klára aldrei þetta sko. Nei. En ég fór að hugsa, þú veist, ég var að horfa á eitthvað svona einhverju gaur að vera að berjast. Já. Hvað væri weapon of choice? Þú ert að fara, segjum bara út á akri, við ætlum ekki að vera í einhverju siege rugli, neitt. Bara svona, hvað er, þú veist, hvað myndir þú svona, Þú veist, þú tekur eitt hlut með þér, já, spjót. spjót, Allan daginn. ok. Ég er svo langt í burtu. Ég er, Já, þú ert fuck ass langt í burtu. þú veist, þú nærmir ekki. Af því að ef þú kemur nærmir þá potaði ég þig Ok, og spjótið þig geðið. damn. Það er Ok, það er- mettað. Ok, það er fair. Ég var ekki viss sko, ég var ekki viss hvað væri. Ó nei. Nei. Komdu aftur. Já, byrju, ok. Var ég Nei, jú. Ó nei. Nei, þetta er alltaf leið. Ok, Þetta er alltaf leið í smástund. Þetta er allt. Það er svona hljómað eins og ég væri að vera electrocuted. Ó nei. Ég var eitthvað svona, hugsaði eitthvað svona, þú veist, Morningstar. Já. En svo bara svona, með þetta festast. Já. Það veist. Þessu svona lemur í brinni okkur og svona, nice, ég fucking drapa hann. Og svo svona, fuck, hvað er mikið vessan að ná þessu aftur úr. Það er svo mikið. En svo eitthvað svona, ok, hvað með bara svona, eitthvað svona Warhammer, þú veist, frekar létt prik Já, með, já, já. með, þú veist, sleggja aftan á. Jú. Þú veist, ok, Já. getur beiglað shit inn í fólk. Já. En þú væri rosalega þreyttur, mjög hratt. Já. Spjót er fucking elite, það er, Erum við samt, þú veist, erum við, þú veist, peasants? Eða erum við að berjast við Við erum- gauðra, við- hvað eru gaurinu sem við erum að berjast við? Hvað er þeim með? við erum bara á jafningagrundvelli, við erum bara svona, segjum bara nýkomin með málmbrynjur. Ok. Við erum nýkomin úr leðrinu yfir í bara svona kannski Þú veist, þú tala um frampart. ringabrinju eða, nei, plate. Þú veist, Já, ok, breastplate. nei, segjum hringabrynjur. Ok. Hringabrynjur. Ég er svolítið svona, Halbert væri eitthvað svona. Halbert er gott. Ég myndi segja sko spjót ef það er Spjót. hringabrinja. Já. Mögulega sko sverð ef það er pleitbrynja. Ok. Það er svona, þú veist, þá er mettað að svona Já, ok. Þú ert komin aftur. Þú heyrir þetta aldrei í Gísla Martini. Nei. Þú veist, ég er svona smá eitthvað svona, hvað með þú veist, winged svona spear. Spjót með svona, Já, já. Það er samt, þú veist, þá ertu með smá eitthvað svona, það getur dreigð að þér og er smá svona
Já, Ég veit það ekki. að því að sko það sem gaurar voru að gera ef þú ert að díla við gaur í fullri, þú veist, full plate brynju, Já, þá ertu bara svona með sverð, nema þú heldur þú veist, framan á því þú heldur í handfangið og líka svona framar og svo ertu bara að reyna að pota í sko, þú veist, handakrikan og já, svona hálsinn og svona, já, nákvæmlega. Það lætur mér svona hugsa stuttsverð, stuttsverð real close já, og bara svona reyna svona hakka undir já, þú veist, höndunum með eitthvað. það er líka sko að vera með svona rýting. Já, þú veist, ég er að segja það, Já, svona já, meira alveg þangað, sko. Jú. Það er líka, sko, fyndið að þú tala um Game of Thrones. Já. Það var alveg svona að því þú veist þetta er special interest. Já. Er eitthvað svona miðalda hernaður. Já. Og ég, sko, allt arkið þar sem að þeir gaurar sem eru norðan með vegginn Wildlings Já. sem hljómar svo slör en Já. þeir eru eitthvað svona þeir eru að safna saman her og þeir eru ógeðslega margir og þeir ætla að koma hinum við vegginn og það eru ekki mikið vesen. Ég var svo violently seething alla þessa seríu að því ég var bara svona, hvað ætlaði þeir að gera? Hvað ætlaði þeir að gera? Þú ert með 100.000 gaura Já. sem hafa aldrei verið þjálfaðir saman sem Já. eining. Já. Þeir eru ekki með pike blocks, þeir eru ekki með riddaralið, Damn. þeir eru ekki með stál, þeir eru ekki með bogamenn. Hvað eru þeir að fara að gera? Þeir eru fucking Svo, sko, en samt payoffið Já. þegar að Stannis the Manis mætir og það er eitt cavalry manúver og þetta er allt búið. Já. Af því að það er það sem hefði gerst í alvörinu. Ég er bara svona, ég nöttaði. Já. Ég er alveg bara svona holy fucking shit. Það er einmitt eitt sem kom mér alveg óvart, var bara svona já, ok, þeir voru ekkert að fokka með battle tactics. Nei, veist, þetta er bara svona ef þú ert með riddaralið. Já, þú veist, ég bara svona beina bara í alvörum þætti, var alveg svona ok, hell yeah, nice, þetta er gott. Já, það er alveg svona þetta var, ég vil meina að þetta hafi verið bara svona hápunkturinn á þessum þáttum. Já. Að já, þú veist, það er svo mikið vesen ef við erum eitthvað, þú veist, í skinnbuxum með exi. Já. Og svo eru gaurar á hestum. Við líka, þú veist, Íslendingar að hugsa um hest. Já. Versus hestur bara svona 600 kíló af vöðum. 600 kíló af bara stríðshesti. Eða miklu meira. Líka bara svona af, þú veist, af gnaðhesti sem vill meiða þig. Hesturinn vill meiða þig. Já. Hann er komin hann til að fokka þér upp. Já. Það er alveg svona Já. Og hann hleypur bara á þig og þú deyr bara. Þetta er svo, ef ég var á fucking Ford Pinto og myndi bara svona keyra á þig. Ég myndi það, ok, þú ert einhver fucking peasant í skinnbuxum og ég er með Ford Focus. Þú átt ekki, hvað ætlar að gera? Og ég er bara svona að keyra á þig. Hvað ætlar að gera með Ford Focus? Ég keyra á þig og er upp úr sól fucking þakinu með sverð. Já. Hvað ætlar að gera? Hvað ætlar að gera? Hvað ætlar þú að gera? Þú gerir ekki neitt. Ekki einu sinni smá. Nei, þú myndir kannski. Nei, þú myndir ekki gera það. Það eru 500 gröður frá áttum mig með það eru 500 Ford Focusar Renault fucking Twingo eða eitthvað. Þú veist, hvað ætlar að gera? Ef við myndum sko, þú veist, fara inn í skóin, bara svona, nei, þú gera það ekki. Vegna að þú hefur ekki tíma til að gera þess. Vegna að við förum 3 sem hraðar en þú. Ok, ég myndar að vera 4-hjóladrifin fucking Renault Twingo. Nú ert það það. Með sko einhverjum svona með svona móturhjólavél í, eitthvað svona ógeðslega heimskulega moddaður. Og hann bara svona getur keyrt inn í skó. Hann getur keyrt yfir þig og drepur þig bara. Já. Það er líka bara svona að því, þú veist, þegar þú heyrir hljóðið. Já, þú veist, það er búið. En líka, þú veist, þetta er ekki manneskja ráðstæðing, þetta er bara svona dýr. Það er dýr. Það er dýr sem hefur verið þjálfað frá því að fættist. Og það er gaur ofan á dýrinu sem var þjálfaður frá því að hann fættist. Bara til að fokka þér upp. Þetta er líka mjög fyndið að því að við getum ræktað umfram korn. Já. Þá getum við verið með gaura sem bara vinna við að fokka þér upp. Þetta er mjög fyndið að þú veist,
Þú veist, með fíla í Lord of the Rings Já, eitthvað svona já, fílar já, það gerist í alveg það gerist í alveg Fyrir, ég verð að pissa, quick pause já, Ég er líka með fíla já, að svona þegar Hannibal er eitthvað að flippa já, þú veist, það var eitthvað svona þú veist, það er fullt af, þú veist, keltum og germönum sem eru komnir inn í rómversku herina já, þarna og það er eitthvað svona saga eitthvað svona, þú veist, þegar þeir eru að koma þú veist, inn á Ítalíu og þá er einhver svona framvarðasveit sem er allt bara einhverjir frakkar sem bara, þú er aldrei, þú sé kusa er Já. mest framandi dýr sem þú hefur séð skili og bara svona, þú hefur aldrei verið í snertingu við menningarheim sem er í snertingu við fíla þú er ekkert koncept svo bara eitthvað svona koma actual skrýmsli já, yfir hæðina þú heyrðir Og- sögurnar já, af skrýmslum og líka fíll er rosalega mikið skrýmsli Þeir eru með svona- fýllir með eitthvað með nef sem tegir sig þú veist svona framan á prófíllinn af fíl er nuts ógeðslega stór haus með tennur sem Með- nánir á jörð já þeir líka fóru bara ég þeir eru myndi, bara svona, nei ég ætla ekki að díla við ég myndi þetta fara ég myndi fara og mér finnst það fair mér finnst alveg bara svona þú veist, í dag ef þú myndir skrá þig í herinn og þú væri með byssu svo bara svona kemur dreki já, það er bara svona, nei nei ég skráði með, þú veist, þetta var ekki enginn myndist á þetta, nei. ég ætla ekki að díla við þetta Þú ert í Koringal Valley og það mætir Nephilim oh, svona 5 metra hár 6 metra hár jacked afganskur maður og bara svona rífur í sundur vinin og svona hvað er þetta hvað er fucking bullshit hvað er þetta? af hverju þarf ég að, þú veist, berjast við einhverja Nephilim hellisrisa Já, veist, hvað er þetta? Þeir eru með leysera Þeir eru með leyservopn þeir eru með leysera Þeir eru með geislasverð þeir eru með fucking, þeir eru psychics Hann Ég- horfði á vinn minn og hann sprakk Hann svona helt putanum við ennið á sér og vinur minn sprakk oh, Já, fíll er alltaf Þú veist, það skiptir ekkert máli hverðu það er Nei. En líka, Það er- hvað ætlar að gera? Ætlar að fokkin núka fíl hvað er það að gera? Eða, veist, þú ert bara svona með tannstöngul Það veist þú ert með, þetta er svona eins og að vera með tannstöngul að berjast við hest Það er að eina sem ég vil þú veist, ég fæ aðgang að the supercomputer eitthvað svona mest ofurtölvi í heiminum já, Fyrsta sem ég myndi gera væri bara svona prófa að henda handsprengjum í fíl Eða veist, bara svona hversu margar Já. handsprengjur ég held að sé alveg nokkrar Ég held að sé alveg fleiri en þú myndir halda fleiri myndir halda Þetta er svona eins og þú myndir taka svona teppið heima hjá þér já, þykktin af því úr leðri já, sinnum 5 já og líka þú veist, og þetta er skrimsli óti skrimsli og hann er ekki eitthvað reyður Já, þú veist, hann er ekki til í að Ekki. vera þarna. nei, og hann man hann var þeir muna hann man oh. hann man hvað þú gerir ætla þessi fílar sem muna eftir róm Já, 100% þeir eru Þetta er eitt af þessum dýrum sem ég bara svona að eru örglega til 2000 ára gamall fíl örgulega, það er enginn að tjekka því Nei, það er enginn að spá því skjaldbökur, Já. hágallar, fílar það er enginn að segja mér þú fannst hákall og svona, hann er 70 ára ok, hvernig veist, hvað spurðir hann? Nákvæmlega Hvað, en það er líka mynd bara svona þú þarft að drepa þá til að komast að því já, þú sem sér til ringina já, já, inn í já. hágall Jú. en þú veist það er líka, þetta er svo fyndið með þetta bara svona þú veist, hákallar eru eldri en 3 Já, af hverju það? Ég veit það ekki, það er heimst veit það ekki en líka bara svona, já það glemdist genið í þeim sem lætur þá verða gamla það er ekki, af En- hverju en það meikar svo, þetta er fucked up parturinn er að bara svona til að þróunarkenningin make sense verður að vera genið þér sem lætur þið deyja já, skilur já það er bara svona það er prerequisite er að þú þurfur að deyja Já. til að þú getur þróast annars, af því ef enginn myndi deyja þá myndi, þú veist, það Þá myndi værum ekki við vera bara neinn hákarlar. já, þá værum við bara hákallar eða þarna krabbi Já. sem væri fucking geggjað það er mettað það er sko það er líka að finnast með, þú veist
með fíla Mm. að það eru fílar og svo er svona önnur gerð, þú veist, fíll er skelfilegt Já. fíll er skelfilegt efni Já. en svo er svona önnur gerð af fíl sem er bara stærri fíll og hann er meira pirraður Það er bara svona indusku fíll. Já, svona, já, veist svona babar. já, hann getur svona Hann er babar. þú veist, hann er svona að lifta drumbu með nefinu og þú veist, Já, þeir eru já. að byggja hús saman En svo ertu með svona afrískan fíl. Nei. Sem bara svona, já, ef hann sér þig þá drefur hann þig bara sem bara svona, af þú veist, engri ástæðu hann hristir hausina og þú öll fjölskyldan þetta. Hún er öll dáin. drepu þorpið þitt Dreipið þorpið þitt og man eftir því. það er líka svona það er, hann man eftir því hún er fyrst að gegja hann hugsa stundum Já, þú veist, hann getur actually bara svona, já, ég man eftir því. ég man eftir því Ekki svona Sænna á minninga. slæman hátt. Nei. Þetta er bara svona sælla minninga Já. mitt. það er líka svona, það er svo fyndið þegar fólk er svona eitthvað, fuck ekki skjóta fílana en svo er eitthvað fólk sem bara svona býr í þorpi og það Já. gæti komið skrimsli og drefið alla og það er svona, nei, veist, Það er dreki í fjallinu. það er actual, hann er hann uppi motherfuckerinn er hann Og hann er alltaf að horfa. hann er alltaf að horfa, hann er svona, ég gæti nei, veist, ég gæti kannski það En er líka líka- bara svona En þú veist, ég verð líka til að vita bara svona, þú veist, með the supercomputer. já, Computer. kompjúra Þú veist, þú færð 5 milljónir ok, í, þú veist, út í Pico ok og þú þarfst að drepa flóðhest. Skilurðu? það er, já. Hvað myndirðu, þú veist, Hvað er strattið? hvað er stratið? Af því þetta er í Jumanji. Já, Ég var bara að vara að muna það núna að það er actually fílaveiðmaður sem er já, og þau þurfa að fokka honum upp já, inn í hardware store, já þú veist. En samt, En þetta er miklu, er flóðhesturinn þú veist, hvar er flóðhesturinn sleppt? þú veist, hann er bara, þú veist, þið þurfum bara að mætast pistols at dawn, sko. Já, Þú veist, já. það er bara ekkert, þú Út veist, á hann akri er ekki að fara að mæta inn í Pico. Nei En- En þú veist, hefur hann Er hann á aðgang að- heimavelli? Hefur hann aðgang að vatni? Er að rýnað, þú veist, hálft land og hálft, þú veist, svona mýri? Ok, þetta er alveg, þetta er spurning, sko. Þetta getur verið, sko Þetta er spurning. Að ég held, sko, ef það er einhvers konar vatn í dæminu, þá þú ert að spila vörn. Já. Þú ert að sita stíðin þín í defense. Þú ert bara að hella terpentínu, Já. svona 500 lítrum með terpentínu og bara svona vona. Það er endar, ef maður geti, þú veist, þú eitir bara ána og setur silungi í hana. Já, þú veist, mér líður mér líður þetta eins og hann myndi bara vera alveg sama. Ég held að þú getur ekki eitra fyrir flóðusti. Ég held að það sé eitthvað, nei, þau eru með svona enzím, þannig að þú getur það ekki. Já, þú veist, þeir veit ekki hvað það er, þannig að þeir Nei, geti þeir eru ekki Ógeðslega mikið svindl. Nei, ég veit ekki hvað byssa er, þannig að hún getur ekki meitt mér. Hún skar ekki á mig. Það er líka, flóðhestur er skelfilegasta dýr. Ég segja við hugsum þetta Já, fyrir næsta þátt, já. Byggjum þetta í alvörunni. byggjum þetta í alvörinni. Fáum flóðhest. Já. Ég segi það. Já. Ok, ég ætla að fara og skrifa hjá mér Já, taka budgetið mitt. budget, nótur, Það fara í vefverslunina hjá Bíkó. teikningar. Ég ætla að gera það, sko. Og þú ert með skriðdrega úr pallaefni. Ég verð með annað skriðdregan hans Leonardo da Vinci. Yes. Mesta drastl í heimi. Svona drast sem virkar ekki. Drastl virkar ömulegt. Þyrlanast da Vinci. Svo mikið Bara- drastl. Fucking Kobe, sko. Það grínast það. Kobe. Og svo fucking deyr hann. Damn. Kobe var actually í Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio á þyrlunni. Leonardo DiCaprio uppgötaði þetta. Já. Nei. Er ég farin? Já, Bye. bye. Ég er alveg í burtu. Lóksins þessi gaur farinn. Ég ætla að slæka hann.